þáttur að byrja. Absolutely. Auðun Blöndal heiti ég og sit hér beint á móti Steinda Junior. Ég ætla bara að byrja á því að bjóða þig velkominn, Steindi. Takk fyrir það, Auðun Blöndal, takk fyrir það. Hvernig ertu þennan fimmtudaginn? Heyrðu, ég er rosalega ferskur. Ertu bara fyllandi fín? Já, ég er fróðandi góður. Það er gaman að heyra. Það er bara svoleiðis. Það er bara svoleiðis. Og það er líka stút fullur þáttur framöndan. Það er akkurat máli, við erum með stórkostlegan þátt í dag. Já. Og þetta verður mikið stuð og mikið gaman. Á ég að segja þér svona það helsta? Gottu með það. Ok, við ætlum í stigaganginn. Já, sem að er alltaf skemmtilegur. Og þú veist hvað ég hef gaman á honum. Og hugmyndin þín líka, sem að þú ætlar að vera með í stigaganginn í dag, finnst mér æðisleg. Já, hún er nefnilega svolítið skemmtileg. Við getum unnið svolítið meira með hana, jafnvel. Já, og við getum bara sagt það núna, því að þetta er á eftir. Þú ætlar að vinna með í stigaganginn í dag, að þú sett búin að stofna sameiginlegt Facebook með þér og nágrannaðinum. Já, mér finnst, þú veist, já, nákvæmlega. Það er eitthvað svo asnalegt. Já, að vera með sameiginlegt Facebook. Finnst þér aðstæðanlegt að kærustu pörur með sameiginlegt Facebook? Já, mér finnst það. Er það ekki bara tröst þessu? Ég bara skilja það ekki eins og af hverju, það ætti mögulega að vera málið. Já, og svo er þetta kannski að tala við félagin og þá er það konan. Já, það gæti náttúrulega verið, þarna komstu með góða punkt, það gæti verið smá svona trust issue. Er það ekki? Hvað ert þú eiginlega að gera á Facebook? Af hverju getum við ekki bara verið saman með Facebook? Við erum bara með eitt Facebook saman. Það er alveg glata. Það er kannski einhverju að núti núna að hlusta sem að verða brjálæðir og segja það er ekkert að því að vera með sameiginlegt Facebook. En ef við komum til að hringi í þig, hver nágranniðinn, blessaður auðviti, ég er búinn að búið til Facebook síðu. Já, fyrir okkur saman. Okkur félagana hérna. Þú veist, það er ekki í lagi. Nei, ég laka til að heyra það. Þannig að það er stigagangurinn, hann verður á sínum stað. Ég ætla að vinna með sjoppu í stigagangurinn. Ég ætla að segja að ég sé búin að opna sjoppu niður í hjólageymslunni. Ég ætla að tjekka á því. Mjög gott. Við verðum með sturlaðar staðreyndir á sínum stað. Sjálfsögðu. Og við verðum með augljósar staðreyndir á sínum stað. Já, þú ert ennþá með þær. Já, ég er ennþá með þær. Og svo ætlum við að fara í brakandi ferskt slúður og ekki bara erlend, heldur íslenskt. Já, erlend hér og eftir og svo íslenskt. Já, við erum búin að vera mjög duglegir að sanga á okkur slúðri. Já, og hellingur að vera. Svo heimtað þú að fara í flottulagakeppnina. Já, og svo ætlum við að prófa eitt glænýja lið. Já, sem heitir pubquizið. Já, ég er svo gaman að pubquiz. Ég er stundum með pubquiz og svona. Ég er algjör pubquizlúður. Já, mér finnst það svo skemmtilegt, sko. Það sem ég var til að gera er að ég er búin að semja pubquiz spurningar. Þetta eru 5 spurningar. Já. Og ég var til að hleypa hlustanda inn og þið keppið í þessu. Við bara opnum fyrir síman. Þannig ég keppa við hlustanda. Já, það ekki, það er svo skemmtilegt. Það er alltaf gaman að tengja hlustendur inn. Gætum jafnvel redda einhverju svona morgun þáttar bjöllu einhverju, svona drasli. Já, það er kannski bara, það er svo leiðilegt. Ég held að sess og þeir sé ekkert með bjölluðina á mótana sem betur þeir, það er alveg skelvilegt. Alveg skelvilegt, þið kallið bara. Já, ég hef aldrei skilið svona morgunþætti sem eru með bjöllur og svo með eitthvað svona dýraljóð. Já, þetta er alveg. Þetta er kjánalegt. Já, þetta er alltaf bara ekki hægt. Ég held að tíðkist bara hvergi. Jó, þetta er mikið í Bandaríkjunum. Nú, það? Já, ég hef það. En eins og þið heyrið, kæru hlustundur, þá er veisla hér í dag og vonandi hafið gaman að. Ég er að spá í að setja fyrsta lagið á og ef ekki halda áfram aðeins með stemminguna. Og heldur að kallinn og efriðinni hafi ekki sínt okkur hérna á klakanum þessa gulu. Það er byrjað að glitta í þessa gulu. Er sól úti? Já, ok, þú ætlar að fá þér að drekka í kvöld það eru mér aðan. En það er ótrúlega að kemur hvorki mér nýjar hlustundum ávart. Ég ætlaði kannski að fá mér 1 bjór, bara mjög saklust. Já, þú sagðir 1, 2, 3 án. Bara í sjónvarpinu? Nei, þú veist þess líka. Ef sjónvarpinu mitt væri niður í bæ. Já. Þetta er David Guetta hér með She-Wolf. Falling to Pieces.
Ég fíla þetta lag, við hefum alltaf gert. Já. Mjög gott kaffi. Það eru bara fílupókar sem fíla ekki músík. Það er hárið eftir að það er Steindi Junior. Það er hins vegar komið að slúðri hér í FM 95 Blöð. Og Herðu, talandu slúður. Fínan pakka andaðir hérna núna. Bittu nú við, talandu slúður. Það fyrsta sem ég sé þegar ég opna blaðið í morgun, þá er það Auðun Blöndal. Nýr þáttur. Já, það er Iceland Got Talent. Hvað segðu okkur hlustendum að þú skuldar hlustendum að segja þeim aðeins frá því hvað þú ert að bralla? Þetta er bara spennandi sko, ég laka til. Þetta er Iceland Got Talent, heitir þetta. Þetta þarf að heita Got Talent út af eitthvað svona rétti. Já, ég skil. Formatið er keypt að utan sko. Er þetta bara svona þessi risa þáttur sem allir eru búin að bíða eftir? Eins og Idolið var á sínum tíma og... Ég vona það var ekki verið. Ég var mikill Idol aðdáandi. Ég er líka sko, ástæðan fyrir ég hlakka mikið til er að ég er ekta svona Got Talent, X-Factor, Idol lúður. Já, ég veit allt um það. Þú horfir á þetta allt saman. Ég elska Britain's Got Talent. Það er líka til betri maður í þetta en þú. Þú veist nákvæmlega hvað er að fara að gera. Ég veit út á hvað það gengur allavega. Og svo er líka bara vonandi að sem flestir mæti í áriðnapröfur því að það eru 10 milljónir í fyrstu velun. Ef ég myndi bara spyrja það núna og þú þyrftir bara að svara svona hratt. Bara svona smá hraðaspurningar. Ef þú þyrftir að nefna 3 sem þú væri til í að sjá mæta þarna og gera eitthvað. Ertu með eitthvað svona? Bara þekkta Íslendinga það? Já, það má vera hver sem er. Ég hefði alveg til þess að Sverrir Bergman mæta þarna sem söngara þegar hann var að stíga sín fyrstu skref. Já, er hann ekki, þú veist, hversu, eins og mætti til dæmis Sverrir Bergman fara og keppa? Það er bara góð spurning. Er hann orðinn of frægur? Ég veist það, ég bara þekki ekki það er reglu hvort það megi allir taka þátt eða hvort það sé, það er náttúrulega verið að reyna uppgöta nýja stjörnu en svo En þú getur ekki hort fram hjá gullbarkanum Svessa B, sko. Og ég veit alveg að Sverrir Bergman myndi alveg hafa áhuga að reyna að vinna 10 milljónir. Nú ætla ég ætla að gera Facebook síðu. Sverrir Bergman í talentsjóði. Ég ætla bara að sjá hvort það megi. Hvað myndi Steindi Junior gera ef hann kemi í Ísland Got Talent? Annarkvort myndi ég taka rottuna. Ég er með svip, sko. Ég get náttúrulega ekki gert hann í útvarpinu. Taka rottuna? Tek rottuna á þetta. Ég get breytt andlitin á mér. Algjörlega, ég ætla að sýna það bara. Í rottu. Má sjá. Shit, hvað til lélegt. Þarna myndi koma Getur ekki tekið mynda mér og posta hérna á FM síðuna og sér fólk rottuna. Já, ég ætla að setja þetta inn. Ég myndi taka rottuna, ángrís. Ok, en hvað myndir þú þá, veist þú kemist áfram? Hvað myndir þú að gera í næsta þetta? Ég væri búin að æfa ykkur aðra svipi. Þannig að basically ef þú myndir taka þátt í Ísland Got Talent reyna að vinna 10 milljónir með því að gretta þig. Nei, ég myndi bara ekki fara. Ég veit alveg, ég ætti aldrei sens í þetta. Jú, þú getur sungið og sprellað. Það er náttúrulega sko, eins og í Bretland og Bandaríkjunum, þá koma stand-up grínistar og þetta eru söngarar, dansarar, trúðar. Það sem er líka, það er mikið ábyrgandi líka að séu danshópar og svolítið. Já, sem er rosalótt. Þannig að segjum að séu 5 dansara og 2 milljónir á mann. Það er ekkert að því. Má það í þessu þetta? Máttu bara 10 manns vera búið síði? Já, bara það má allt. Mættu vera 50. En, kannski tekið þátt. Slúðrið er bara búið að breytast hérna í Ísland Got Talent. Já, ég vildi bara heyra þetta. Já, viltu smá slúður samt? Brakandi fest. Það á að, ertu að horfa á Breaking Bad? Nei, því miður, og ég skammast mig fyrir það. Er ekki lagi með þig? En þú veist, ég á þetta nýja eftir og ég bara vill ekki orð. Það ætla að vera að skvíla ykkur eða? Nei, alls ekki, ég ætla hins vegar það, ég veit að það eru margir sem er að hlusta, sem er að horfa á þessa þættir, Breaking Bad, en það er stórkostlega þættir. Og í þáttunum er, lögfræðingur sem heitir Saul Goodman og er svona nett típa þarna í þáttunum. Þá að gera spin-off með honum. Hann færi sin eigin þátt þegar Breaking Bad hættir. Er það... Það verður það bara heill þáttur hann þarf að bera upp þáttinn Saul Goodman. Jú. Og ég fæ alltaf svona... Ég verð alltaf pínur hrættu þegar ég heyri svona, sérstaklega eftir Joey í þættina. Alltaf ég heyri eitthvað spin-off þá. Frasier var spin-off. Jú. Hefnaðist. Joey var spin-off, hefnaðist ekki. Nei, ég verð reiður þegar ég hugsa við ykkur bjóst fólk eiginlega við á þeim þáttum. Það er, sko, ég horfði á svona 3-4 og það er bara tími sem ég fæ aldrei aftur. Þvílíkur horbjóð sem þetta var maður. Já, það var ógeðslega leðilegt. Óíbarasta. Það er svona ángríns, ég verð pínu pirraður þegar ég hugsa um Joey. Ég er brálaður. Ég heldur sér ekki að pirraður. Nei, ég er samt alveg klikkaður yfir þessu. En alltaf, þá verður Saul Goodman með sína eigin þætti. Og svo er meira slúður Clint Eastwood. Hann er að skilja kallinn. Gamli refurinn maður. Gamli refurinn, já, ég hugsaði mitt til ég las þetta. Tekur það því?
Já, hann sko gæti alveg... Það er 90 ára. Já, það eru margir fiskar í sjónum sko. Jó, og líka ef þau eru ósátta þá náttúrulega. Hvað stendur, hvað hann er gamall? Nei, hann stendur þetta ekki, en ég hitt hann sko þegar hann var að taka hérna Flags of Our Fathers, þá hitti hann á settinu. Leita hann út bara, var hann eins og tyggjó í andliti? Já, svona bínu. Já. Hann var nú vel gamall kallinn, en náttúrulega þvílíkt legend. Já, já. Og hann er að skilja, því miður. Já, en ætla hann farið þá ekki núna og bara þess að peppa upp á sig fyrir strekkingu og yngi sig aðeins. Það er hann komin á markaðina. Hann samt málið það sko, hann getur alltaf náð sér í konur bara af því að hann er svo mikill töffari sko. Já, Clint Eastwood er alveg með þetta. Bara það að heita Clint Eastwood. Já, en ég held að það sé nú kannski ekki það sem hann er að fara að gera. Nei, ég held að hann sé ekkert að skiljaðu konuðu sína svo hann getur farað á eitthvað kvennafar. Fara að sikta. Svo er það loka slúðrið og það er áhugavert. Sharon Osbourne og Jay Leno, þau voru að deyta þegar þau voru bæði á lausu, þegar þau voru bara rétt rúmlega 20 áður en hún byrjaði með Ozzy Osbourne. Já. Og Sharon Osbourne viðurkenndi í viðtali að hún hefur sofið hjá Jay Leno. Ok. Þannig að þetta er svolítið magnað slúður. Já, Jay Leno, hann hefur nú alveg komið við. Heldur það? Nei, ekki sér svo. Ég held að hann sé búin að giftur heilengi. Hvað er það bull? Bara eitthvað kjaft. Ég veit ekki þetta fólk. Þetta var slúðurbakki dagsins. Þú ert með íslenskt slúður á eftir þig. Já, jú, alíslenskt og virkilega skemmtilegt. Það er alveg nóg að gerast í slúðurinn í dag. Já, það er seinna í þættinum. Það styttist líka í stigagangin, sturlaða staðreyndir og augljósa staðreyndir. En fáum með auglýsingar fyrst. Börn kynnir í samstarfi við gamla kaupfélagið á Akranesi. Stuðlagaball í fyrsta skipti á Skaganum. Sérstakir gestir eru Heiðar Austmann og Rikki G. Taktu laugardagskvöldið 14. september frá Are you ready, Akraness? Boogie Down Reykjavík með Brynju Péturs á FM Extra. Þáttur með endalaust grúf og er ennþá meira smooth. Hip-hop, dancehall, R&B, house, soul og funk í háskerpu. Dansaðu með Brynju Péturs á FM Extra á 5. klukkan 9. Þú hlustar á FM Extra í gegnum FM 957 appið eða á vísir.is. Spænski boltinn er kominn með nýtt andlit. Gareth Bale, dýrasti knattspyrnumaður allra tíma er mættur. Gareth Bale skora aftur! Villarreal, Real Madrid, laugardag klukkan 19:55 og Messi, Neymar og félagar fá Sevilla í heimsókn, laugardag klukkan 17:50. Stöð 2 Sport, besta sætið. Sverrir Bergmann og Halldór Gunnar halda uppi stemmingunni á Hóm Austurstræti, 5. í boði Karlsberg. Apótekið býður þér 20% afslátt á Voltaren Geli og Voltaren Dolo út september. Apótekið, einfalt og ódýrt. Mini Píturs, frábærir í veisluna, fundin eða bara hvað sem er. Pítan, sími 562 9090. Pítan, alltaf fersk. Nýtt í bíó, Malavita. Sick of being a witness protection. Nýjasta mynd Luc Besson og Martin Scorsese. Welcome to France. Try to fit in. I'm getting tired of finding you a new place to live every 90 days. Frábær glæpamynd með kolsvörtum húmor, þar sem Robert De Niro og Michelle Pfeiffer fara á kostum. Malavita, frumsýnd 13. september í Laugarásbíói, Smárabíói og Borgarbíói Akureyri. Páll Óskar í fyrsta sinn á Spot, laugardaginn 14. september. Spottaðu mig í Kópavoginum með Bakkardi í hönd, laugardaginn 14. september. Trúle kynnir, Pungsig, Skelkur í Bringu og Alkemia á Gamla Gauknum 5. 12. september. Frítt inn, happy hour frá 9 til 10. Gamli Gaukurinn, eitthvað fyrir alla. Við höfum opnað nýja og stórglæsilega fiskverslun í Spönginni. Fiskverslunin Hafið, Spönginni og Hlíðarsmára. Heimasigur, jafntefli eða útisigur. Þetta er ekki flókið. Það eru 190 milljónir í risapottinum í enska boltanum fyrir 13 rétta. Tippaðu fyrir klukkan 1 í dag, 1x eða 2, 1x2, við tippum. So, Bubba J, you're a vampire. Yep, and I've come to suck your beer. Nú spiltist í Jeff Dunham 20. september í höllinni, uppselt klukkan 8. Örfáir miðar eftir á aukasýninguna klukkan 11. Trúle, Náman og Sena.
Við elskum grín. Ef þú ert með bláa kortið, færðu 30% afslátt af sérvöldum yngt heyrnartólum í verslinum Epli. Ef þú ert ekki með bláa kortið, þá sækirðu það á hringtorg.is eða í næsta útibúi Arion banka. Það borgar sig. Arion banki. Nova og Carlsberg kynna Oktoberfest SHI 3 daga tónlistaveisla 12. til 14. september. Miðasala hafin á miði.is. Handhafar bláa kortsins fá 15% afslátt af miðanum. Grípa skal gæs meðan gefst. Batson.com FM 95 blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Fáðu Spotify Premium í símann þinn með snjallbakka. Þú ert að hlusta á FM 95 blöð og FM 957. Auður Blöndal og Steindi June með þér á þessum frábæra 50 degi. Hann er frábær. Hann er rosalega fýtt maður. Hann er alveg, Það er bara þannig. Steindist þér í sturlaða staðrendir, það eru hér rétt handa við hornið, en ég ætla að spyrja það Steindi, því ég lendi í alveg skelfilegu atveki í gær reyndar, það var ekki í dag, það var í gær, eftir þáttinn. Hvað er svona það ósmekklegasta sem þú veist um? Ósmekklegasta sem ég veit um, hvað er ósmekklegasta, hvað minnur, hvað ykkur varst að lenda? Eins og í gær, þegar við erum búin með það er sameiginlegt klósett hérna frammi á ganginum og ég þurfti að fara á klósetti í gær og sem að væri nú ekki frá sögufærandi nema þegar ég er að pissa þar þá eru svona skítarákir í klósettinu. Þú reyndir ekki að míga þér niður? Þú veist að hreinsa skáluna? Nei, ég bara dreif mig bara, hvað eru menni, erstu í því eða? Nei, hvað minnur þið? Nei, ef þú sér... Þetta var eftir eitthvað annan en mig. Ef þú sér rák í klostinu, þá svona kannski reynur að aðeins að... Nei, ég fæ bara... Nei, ég veit það ekki, nei. Húast bara við til þessum... Nei, ég veist að ég man ekki eins og eftir hvort ég hef gert það ekki, ég er bara svona... Jú, greinilega. Þetta er einhver leikur sem þú ert í. Nei. En allavega, ég pissaði bara og dreif mig bara í því og fannst þetta ógeðslegt. En þegar ég er að koma út, þá er það bara mín heppni. Það er kona að bíða eftir salerninu. Akkurat. Og hugguleg kona. Ég veit ekki, hún hefur verið að fara í viðtali hérna á Strákunum á Bylgjunni eða eitthvað. Reykjavík síðdegis eða eitthvað. Og mér langaði svo að segja henni að það var samt ekki lykt, sko. En rákirna voru bara þarna og það virkuðu svona nýjar. Var partíbaldur, fljótandi partíbaldur? Var flótkúkur? Var bara rákir? Var hvað? Partíbaldur? Nei, það var ekki partíbaldur. Það voru bara rákir í klósettinu. Og mér langaði svo að segja við kona sem var að fara inn og eftir mér bara, herðu, ég get svo svarið það upp á allt mitt líf að þessar rákir hérna eru ekki eftir mig. Ég var bara að pissa. En þú veist, það er nefnilega málið, sko. Mér finnst að gera þið sekari, sko. Er það? Er það ekki? Bara, herru, ég var ekki að, ég sverða þetta var ekki. Bara, af hverju ertu svona að taka þetta inn að þig? Já, meinar. Af hverju ætti þessi maður eitthvað að vera að spá í þessu? En í staðin fyrir að, veist, ég náttúrulega lappaði þetta bara skömmustulega því mér leiði bara illa með þetta. Ég sá hann að fara hann inn og myndi sjá þetta. Það verður samt kannski að segja eitthvað, ég veit ekki. Hvísla? Ég sagði samt, nei, það er ennþá verið að þessar rákir eru ekki eftir mig. Nei, ekki hvíslaði svona nálættinni, meira þegar hún er komin inn, svona, þessar rákir hérna eru ekki eftir mig. Nei, ég endaði að segja ekkert og fannst þetta alveg ógeðslegt, sko. Já, þetta er ógeðslegt, sko. En sko, þegar menn lendi í þessu, þegar menn eru að taka þetta, það átti ekki að taka bara klósettbustan og þrífa þetta, er það ekki svona, ekki það, ég veit ekki hvort að ég hef gert það ekkert með. Jú, en sko, eða komaði bara í burtu, bara undir eins. Þetta er svona með því ósmekklegasta sem ég lendi í, það er almenningssalerni og það eru rákir svona. En segjum að þessar rákir hafi verið eftir þig. Já. Og þú hafðir ákveð að skilja þér eftir og fara út. Ég hef ákveð að skilja þér eftir, það er bara komið óvart þegar ég þurfti að hægja mér, sko. Já, ég veit það. Það er ekki á klósetti með þann tilgang að búið til rákir, sko. Ég er ekki að segja að þú hafi bara verið búin að geta eitthvað sérstakt daginn og allt til þess að ná þessu. Ég er að segja að þú veist, hefur lent í þessu og þú ákveður að þrífa þetta ekki með bustanum. Þú ætlaði bara að drífa það út og svo mætir þú konu. Þú veist, þannig að þú ert samt sökudólkurinn. Já, ok, já. Ég er sekur, já. Já, ég meina, hvað myndir þú þá segja? Myndir þú ekki segja nákvæmlega sama? Mér myndi strax allavega, þú veist, ég sverða eins aðstæðanlegt þú er að segja, þá myndi mér líða betur með það. Því að þetta væri þá allavega eftir mig. Og það væri það bara, menn geta líka tekið þetta á sig. Menn geta líka bara tekið þetta á sig. Já, bara logið að þú eigir þetta. Ég er bara búin að vera slæmur í maðurum í allan dag. Þú eru fullari fólk. Kom ofta rákir. Ég er ekki með busta með mér. Kom ofta rákir eftir þig? Nei. Það kom ekki ofta rákir eftir mig. Á hverju kom þær? Hvenær kom þær?
Rákirnar? Já. Það til svo Hvað verður til þess? Það eru bara til alls konar tegundir af hægðum. Fyrir eftir mat, við getum ekki fara að tala þetta í beinni. Nei, fjandinn. Hann ætla leðrið, þá ertu við eiginlega eilið að skeina þér, það er allir lendið því. Og leiðilegt að lendi á leiðilegum tíma líka. Þú ert að hraðferð og færi leðrið. Færi leðrið? Hvað ertu með nöfni yfir þetta? Þá þetta skeina mikið. Já, ok. En málið það, tala þetta. Það sem ég finnst eiginlega, þú spurðið mig á hvað mér finnst ógeðslegast. Óspeklegast. Mér finnst það eiginlega þegar fólk þefar að puttunum á sér. Já, það er ógeðslegt. Mér finnst það alltaf, þú veist, þetta er alltaf svona, þú veist, sko maður sem er að þefa puttunum á sér. Hann hefur verið að snerta ykkur viðbjóð. Já, það er bara þannig. Annars væri hann ekki að þefa. Hann er að tekka hvað svo ógeðslega lykt er. Þefa þú að puttunum að þér? Stundum bara? Nei, veist, jú, bara nákvæmlega, ef ég er búin að kannski, ekki það að ég sé búin að vera með puttana á einhverju upp í endaþarminum að mér eða eitthvað annað, en ég hef alveg lent í því, ég kannski verið að snerta eitthvað og bara, nei, hvað lykt er þetta? Tekkað, jú, ég þef alveg, en ég reyna að sleppa þig. En þú ert ekkert að snerta þig til hann og þefa? Hvað, ertu eitthvað veikur? Ég er að djóka. Ertu þú í því, eða? Nei, þú veit ekki, hvað ertu ekki að gefa? Þú ert með nöfn yfir allt, það er alveg sama hvað gerist á salerninu, þú ert með nafnið. Og hvað kallar það þú ert að snerta þig til hann og þefa svo að því? Það er ekki til nafna, það er bara viðbjóðslegt. Það er það sem ég dættur í hug þegar einhver þefar að puttunum á sig. Hvað var það að snerta? Það sé búin að vera með það. Já, það er rassinn. Þetta er svona misjafnt... Alltaf rassalikt. Menn eru misjafnir, en þetta er allavega svona það sem að mér finnst eitthvað, já, svona ósmekklegast. Það eru þessar rákir og það var bara regla, menn þurfa að þrífa þetta eftir að þetta gerist almenningssaldinni. Og bannaði að þefa. Bannaði að þefa puttunum á sér. Talking hér í FM 95 Blö. Auður Blöndal og Steindi Junior með ykkur til 6 í dag. Akkurat. Og nóg framöndan hér hjá okkur strákunum. Absolutely Ötti Blö. Og Thirsty Thursday, svo ég kalla þetta. Thirsty Thursday og það er komið að pubquiz. Já, þú ert komið nýjan lið hérna í þáttinn. Já, það helst svolítið í hendur við 50 dagana. Að pubquiz er svona, það er svona algjör 50 dagur. Fólk fer á pubinn og kíkir á pubquiz. Og já, þetta er algjörlega þinn liður, hvernig ætlar að hafa þetta segir sko, ég á að keppa við hlustanda. Já, akkurat, ég er þetta búin að henda í nokkra spurningar. Ok. 5 spurningar. 5 spurningar, já. Og ég væri til í að fá hlustanda í loftið og ég ætla bara að láta vita því svona áður að þetta þarf ekkert að vera eitthvað gafnaljós. Nei, þetta þarf bara að vera einhver manneskja sem er svona nokkurn veginn með á nótunum og búin að vera kannski síðustu ár. Ok. Þannig að já, þessi manneskja þarf að ringja í 511-0957. Og jafnvel að við finnum eitthvað hérna handinni, það lítur að liggja eitthvað hérna. Ég er náttúrulega með eitthvað jógurtrykk sem hún getur komið og sótt. Já, ef hún skildi vinna því sko. Ok, það eru þá bara að opna fyrir síman og FM, góðan daginn. Góðan daginn. Já, góðan daginn. Hvað heitir þú, vinnur? Ég heiti Björn. Björn? Björn, sæll og blessaði Björn og verður velkominn í 50 dags pubquiz í FM 95 Blö. Þakka að kella fyrir. Nú er ég til að fá betta. Já, hann er hérna, ertu svona pubquiz-lúðinn? Ekki mikið, maður kikið stundum í það. Ok. Hvernig hefur að hafa þetta, strákar? Hefur ekki bara að hafa þetta þannig að sá sem er á undan að svara? Má það bara segja bing. Á maður að segja bing? Já. Segja bing? Já, bing. Þá farðu svarréttin. Björn, má ég kalla þig Bjössa? Því miður, nei. Ok, afsakað þetta, Björn. Allt í góði. Björn, má ég heyra þig segja bing? Bing. Ok. Akkurat. Árum tilbúinir. Ertu tilbúin, Björn? Ég er ready. Ok, þá er það fyrsta spurning og hlustiði vel. Hvaða vöru er það sem strákurinn Gotti er andlit fyrir? Björn, nei, bing. Byrju kallaðir á hann? Hvor ekki að sagða undan? Ég sagði Björn, hann sagði bing, hann fær svarréttin. Ok, Bjössi? Það var ostur, gott ostur. Það er rétt. Þetta var létt. Þetta var létt, já. Og ekki kalla hann Bjössa aftur. Nei, ég veit að ég er svona aðeins að djókja honum. Herru, en menn verða að vera tánum blöð. Já, 1-0, ég sagði að Björn er ekki bing. Já, 1-0 fyrir Binni. Tilbúin í það. Spurning 2. Hækka smá í betta. Hvaða pólitíkus er með sjóraringja fána tattoo á upphandleggnum? Bing. Ég segi Steingrímur J. Steingrímur J, það er ránt. Þá var það Björn. Getur fengið stig. Hvaða pólitíkus er með sjóraringja fána tattoo á upphandleggnum? Ég var að segja bara Illi Þór Gunnarsson. Það er vitlaust. Strákar, þetta er Jón Gnarr. Jón Gnarr, auðvitað. Þetta er Jón Gnarr, maður. Ég bara horfi ekkert á hann sem pólitíkus. Ekkert gerist þarna. Hlusti nú vel, strákar, þetta er þriðja spurning. Hver samdi og flutti þennan texta? Ég fæ mér að súpa,
úr þessum brúsa. Ég fer svo að leita minna heimilishúsa. Hann búinn að segja bing, stoppaði. Já. Þetta var hann, sem með bitnibræði sjónastættinum maður. Já. Þú þarft að segja nafni núna. Þetta spenn... Ha? Við dæs? Já, nei, ég banna að googla. Það er regla. Banna að googla. Þetta er tími. Ötti fær þetta. Halda áfram þá. Já, ég vil minna heimilishúsa. Ég verð alltaf svo fullur. Suttu, buttu, rugglur. Shit, glemdi hvað ég ætlaði að segja. Shit, geri allt annað en að þegja. Shit, þetta er bara áfengi að tala. Shit, réttu mig gubbu bala. Býttu svo við bitni bara í Svo kemi viðlagið þarna sem slóa alveg heldur betur í gegn, strákum minni. Freki Dór. Vitlaust, þetta er Nilli. Svo kemur Sælir. Sem var með honum í þætti Ég var að banga chicks. Munið ekki eftir þessu? Ég lúði, hann gamla svarið með þessu. Ég fatt þetta strax, ég bara myndi ekki nafnið á honum. Jöfullin sjálfur, strákar. Herru, það er 1-0 fyrir Bitni. Og það er 4. spurning. Það er bara 2 eftir. Okay. Verið nú fljótur að svara, strákar mínir. Hvernig var konan hans barbapappa á litin? Bing! Svört. Það er rétt, Auðun Blöndal. Vel gert. Þarna hefur þurft svona klapp og svona. Við verðum að taka svona morgun þáttinn á þetta. Já. Herru, næst gerum við það. Það er 1-1. Það er úrslita spurning. Það er mjög skemmtilegt. Það er úrslita spurning. Björn, þú ert á línni. Ég er á línni. Og Blöð, þú ert tilbúin. Ég er tilbúin. Og þá er ég að býja eftir að spurningi mín opnist hérna á iPadnum. Já, hún er komin og hún hljómar svona. Kalli Bjarni trallaði sinn í hjörtu landsmanna með gleði og söng og sniðugum jakka. En við spyrjum, hvað var Kalli Bjarni tekinn fyrir mikið magn af fínerí á leiði gegnum tollin á Keflavíkurflugvelli árið 2007? Hvað sko hættu þessu, hvað sko spurninga þetta? Þetta er bara úrslita spurningin. Bing. Já, magnið var... Kíló. Kíló, það er ekki rétt. Ég bara hef ekki áhuga á svara þessu. Ekki? Nei. Segðu eitthvað. 2 kíló. Það er rétt! Þetta Blöð tekur þetta. Herðu. Takk fyrir að taka þátt, Björn. Við tókum byggarinn heim. Takk Björn minn. Við þurftum ekki að gefa honum að hann hefði fengið bíl. Já, þú hefði fengið bíl. Takk fyrir að ringja. Segðu það. Bye. Við þurfum að hafa velun í þessu. Já, það eru verða velun næst eftir nýr liður hér hjá honum Steinda Junior. 2007. Já, ég er bara svona leiðilegt. Nei, allir léttir. Já, fáum auglýsingar, svo er það Sturla staðreyndir. Þetta var skemmtilegt. FM 957 kynnir. Nú er sumarið að baki og að því tilefni ætlar FM 957 í skemmtilegt Instagram haustátak með hlustendum sínum. Málið er einfalt. Þú tekur mynd af þér í ræktinni og hashtaggar hana með haust í haust. Alla virkadaga næstu 2 vikurnar munum við draga út myndir mertar haust í haust og gefa hlustendum gjafir frá samstarfsaðilum FM 957. Þú getur unnið Subway máltíðir, Reebok íþróttafatnað frá G&P Faxafenni, heilan mánuð í fjarþjálfun frá fjarþjálfun.is, gjafakort frá fiskversluninni Hafinu, Hlíðasmára og Spönginni og fæðubótaefni frá sportlíf.is í Glæsibæ eða Holtakörnum. FM 957, haust í haust. Það var hart barist á HM íslenska hersins í Berlín. Við fáum til okkar sérfræðinga, förum yfir árangur íslenska liðsins og fjöllum mótið í heild sinni á Stöð 2 Sport. Samantekt þáttur HM íslenska hersins, 50-dagskvöld klukkan 8. Stöð 2 Sport, besta sætið. Nýtt í bíó, Malavita. Sick of being a witness protection. Nýjasta mynd Luc Besson og Martin Scorsese. Welcome to France. Try to fit in. I'm getting tired of finding you a new place to live every 90 days. Frábær glæpamynd með kolsvörtum húmor, þar sem Robert De Niro og Michelle Pfeiffer fara á kostum. Malavita, frumsýnd 13. september í Laugarásbíói, Smárabíói og Borgarbíói Akureyri. Trúlega kynnir, Pungsig, Skelkur í Bringu og Alkemia á Gamla Gauknum 5. 12. september. Frítt inn, happy hour frá 9 til 10. Gamli Gaukurinn, eitthvað fyrir alla. Útsölunni er að ljúka á golfvörum í Intersport. Nú fer hver að verða síðastur að tryggja sér vandaðar merkjavörur á frábæru verði. Intersport, alvöru sport. She loves going on these trips. I know she loves window shopping. Not in Amsterdam, she didn't. Nú styrtist í Jeff Dunham 20. september í höllinni. Uppselt klukkan 8. Örfáir miðar eftir á aukasýninguna klukkan 11. Trúle, Náman og Sena. Við elskum grín. Body Pump. Sporthúsið. Við lærum af þér. G2.
Í kvöld á English Pub sér Eyþór Ingjum að koma öllum í rétta gírinn. English Pub við Austurvöll. Egilsgull. Léttul. Við á Gló höfum opið frá 11 til 21 alla virka daga. Gló, yfir náttúrulegu veitingastaður. Leikirnir í íslenska boltanum eru á Lengjunni. Nú boltinn hjá þér, Lengjan. Taktu þátt í leiknum. Oktoberfest hefst á 5. Tryggðu þér miða á þessa 3 daga veislu á miði.is. Handhafar bláa kortsins fá 15% afslátt þegar greitt með bláa kortinu. Carlsberg, Nova og SHI. 1909.is þegar þig vantar smá lán. 1909. Og við allan sólarhringinn, í Skeifunni, í Garðabæ og á Eiðistorgi. Hagkaup. Ein ferð, betra verð. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö, á FM 957. Þið að hlusta á FM 95 Blö á þessum glæsilega 5. degi, Blö og Djún með ykkur eins og alltaf á 5. Já. Og það komið að þessum frábæra dagskrálið þínum sturluðum staðarindum. Skemmtilegustu staðarindunar í þættinum. Akkurat. Þessar sturluðu. Jú, en þú veist að ég verð að halda með mínum, augljósu. Já, það eru eftir. Já, en ég læt þig alltaf alveg vera þegar þú læst þínar. Já, það hérna samt sko, ég lendi í þenn daginn og kom einhver upp að mér og sagði mér finnst augljósi staðarindunar skemmtilega en sturluðu. Já. Ég þurfti náttúrulega bara að skalla hann. Já, það ekki? Já. 1-0 fyrir Djún. Ég veit að rjánaði með þetta. Það náttúrulega sturluðu staðarindunar eru búin að vera svo lengi sko. Já, en augljósu eru rosalega augljósar í dag. Já, það eru svo aulalegar. Nei, ok, sorry, ég tek eins og sé, ég læt þínar alveg vera. Já, ég ætla ekki að vera að dissa augljósa staðarindur. Ok. En þær eru augljósar. En þetta heitir Mér finnst þín að vera mjög sturlaðar. Já, sem er kostur. Af hverju? Af því þetta eru sturlaðar staðarindur. En mínar eru augljósar. Já, sem er eru mjög augljósar. Mjög augljósar. Dagskrálinn heitir augljósar staðarindir. Já, þannig að þú ert að segja fólki eitthvað sem það veit, þá meina ég er að segja þeim eitthvað ótrúlegt. Ég er að segja fólki eitthvað sem það bara var búið að gleyma kannski. Já, við byrjum allavega á sturluðum. Ertu klárið í þetta? Ég er klárið, já. Þá, hér kemur fyrsta. Stærsti hestur heims er rétt tæpi 2 metrar og 1,5 tonn á þyngd. Sko, hestur er þetta bara, já. Sko, 2 metrar. Sko, íslenski hesturinn er náttúrulega smáhestur, sko. Já, við erum ekkert vanir að sjá vennilega hesta, sko. Nei, en hvað þá 2 metra hest? Já, það er mjög óþægilegt. Það er svona, það er ekki stiga bara. Mér finnst það bara að vera nær gíraffa. Já, hvernig ferðu upp á hann? 1,5 tonn líka. Já, það er fótstík. Já. En þetta er sturlustarinn, þetta er stærsti hestur heims. Ok. Í Tælandi er tölustafurinn 5 ha. Þeir segja sem sagt, þegar Tælendingar segja 5, þá segja ha. Já, já. Ha er 5 á tælensku. Þannig að ég fór svona að hugsa ef þú ætti að lesa 555, hvernig myndir halda það? Ha. Þannig að, já. Það er svo að hlæja þegar þeir eru að segja 555. Já, ég þekki einn mann frá Tælandi, hann heitir Tomash og er með Nanatai og Bantai. Mikill vinnur okkar. Hann er alltaf hlæjandi og alltaf í góðu skapi. Samt vinnur hann 23 tíma sólarhrings alla daga vikunar. Aldrei vitað lífsglaðari mann. Þetta er þannig að Tælendingar... Ég held að sé rosalega mikið að ha inn á hans bankareikning. Mikið að þimmum? Já, ef þú myndir kíkja bara á kortareikningin hans, það er bara Það fyrir hlæjandi í bankana, Tommy. Ég ætla að vona það því að hann er það duglegur, hann á það skili. 99% fólks finnst fyrsti bjórsopinn, fyrsti kaffesopinn og fyrsti smókurinn vondur. Já, sammála. Sammála þessu öllu. Þannig að fólk heldur áfram að pína þetta brísi. Já. Þú drekkur ekki kaffi eða? Nei, ég fæ mér stundum frappuccino. Já, ok, en þú... Ég fæ mér stundum bara svona eiginlega bara líka stundum fæ mér bara gemjólk með smá kaffi úti. Já, þú ert ekki mikill kaffikall. Nei, ekki nema ég þurfi að vaka. Já, það fæ ég mér kaffi. Það er náttúrulega ekkert að ræða bjórdrykkjuna en í þessum þætti, Blautur Junior. Já, Hattar hann nú ekki. Já, ég fæ mér eitthvað pilsner, ég veit ekki það, með pulsum og svona. Og svo fyrst, þú náttúrulega stromp reiki líka. Nei, ég myndir ekki að stromp, en ég fikta, já. Fiktar? Dreftum ekki. Ég fikta við reykingar og ég er ekki stoltur af því, ég ætla að fara að hætta því. En þið fannst pottitt fyrst í smókurinn, þú fegst í fyrsta smókinn. Já. Þið fannst hann pottitt viðbjóðsluður. Já. Akkur helst áfram að pína þetta í, fannst þið töffar ekki? Já, bara töffar að stælar. Já, ok, það er náttúrulega sorglegt í dag, sko. Já, mér finnst það reyndar alveg smá töff, sko. Skulum hætta að ræða þetta. Næsta,
Kórofóbía er hræðsla við trúða. Já. Erst þú haldinn henni? Smá. Alveg klárlega smá. Það var rosalega skrítin atvinnugrein til að velja sér maður. Já. Það er kannski 60 ára gamall að vera trúður. Með fullri virðingu fyrir þeim sem eru í þessu hérna á Íslandi að ég nákvæða ákveða það bara að vera trúður. Já. En seðlar þurrka tárin. Já, ég meina, hvað, hefur hitt ríkan trúðu? Nei, reyndar ekki. Hefur þessi It? It, já. Stephen King. Mjög óþægileg mynd. Já, vondu trúður. Nei, ég hef alltaf verið smá hræddur trúða. Ég var aldrei æstur í þetta sem krakki en svona. Mér er alltaf illa við allt svona kjaftaði. Já, ég hef aldrei... Mér er það eiginlega bara ennþá. Þetta er creepy á margan hátt og þegar þú verður fullorinn, þá náttúrulega sérðu bara aðra creepy hlið á þessu. Já, en er einhver á Íslandi sem vinnur við það bara að vera trúður? Ég held nefnilega að sé trúður á Íslandi. En hann hlýtur að vera með einhver aðra vinnu. Þetta er auðvitað bara Kitty í Nova eða eitthvað og svo er hann trúður helgar. Það er enginn sem er bara full-time trúður á Íslandi. Jú, það er einn full-time trúður á Íslandi. Já, hvað er að gera hjá hann? Hann er 60 ára gamall í dag. Hvað var hann að gera í gær til dæmis? Hann var að búa til púðluhunda úr blöðru fyrir einhverja krakka. Bara í kringlunni á miðvikudegi? Nei, hann er auðvitað bara krimi einhverja mannesku í kjallaranum þessu. Það segir sig sjálft, það er ekki full-time trúður. Ekki á Íslandi, þetta er alltaf lítill markaður. Ekki nema að segja að ferðast bara um landið þá. Já, ég var alveg til í að ef einhver hlustandi geti henda á okkur einni ábending á trúð, þá getur við kannski hirt í honum næstu viku. Já, reyndar, ég var alveg til að ræða þetta. Svo er það hér, 16 ára drengur í Brasilíu, já, 16 ára drengur í Brasilíu, lést eftir að hafa kippt 42 sinnum í félagann á einum degi. Ok. Og það er góð ástæð fyrir tók þetta með. Dó hann nú fullnægingu? Ég veit það ekki. En sko það sem að sló mig þegar ég var að lesa þetta inn í stjórnlegum staðreyndum, hver var að telja? Hver veit þetta að vera 42 sinnum á einum degi? Já, þú veist, ég ætla að byrja á því að segja bara rest in peace, Jó. En er þetta ekki bara, þetta er bara kjaftæði? Hvernig, í alveg tala, hvernig gæti þetta verið Akkur er þetta þannig stjórnlegum staðreyndum ef þetta er kjaftæði? Af því að allt sem fer inn á heimasíðuna sem þú brendar þetta út á er ekki satt, sko. Það er mjög steikt allavega að vita þetta að vera 42, ekki nema að vera eitthvað félag hans verið að horfa á og bara sjá hvað hann getur gert oft eða eitthvað svona, sko. Já, það er þetta viðbjörnslegt. Það er viðbjörn. Hvað er metið þitt á einum degi? Ættu þessu. Hann dó, hann var í hóprungi í Brasilíu. Höfum það bara rest in peace og höldum áfram. Já, 90% fólks bleitir tannburstan eftir að setja tannkremið á. Ég tilheyri þessum 90%. Já, ég líka. Man setur alltaf tannkremið, svo setur maður undir og bleitir. Já. Ekki sammála? Jú, annars finnst þér eins og sérst að fá þurran bursta upp í þig. Ég myndi halda þetta að vera 95% en ekki 90%. Ég er ekki allir í þessu. Jú, þetta er vaninn hjá mér. Hefur þú sett sápu á tannburstan? Verið mjög þreyttur og rugglast? Nei. Ég hef gert það. Já, ég farið í krumma líka og ég lendi í þessu öllu. Farið í krumma á fullorðinsárum með það? Já. Nei. Jú, bara á hræðferð og stressaður og með allt neyrum. Nei, farið ekkert í krumma fullorðið maður? Fer oft í krumma. Það lígu því. Ég er ekki að djóka. Ég er með inniskó við svalendir á mér sem ég fer alltaf í. Þegar ég fer og púa eina síðan. Ég er alltaf að komast það meira og meira kátt skrítinn. Það er bara í krumma að reykja það út á svölum. Nei. Stundum, ég hef lent í því. Næsta, meðal manneskja lígu 4 sinnum á dag. Já. Hvað ertu búin að ljúga ofta mér hérna núna sem við byrjum þáttinn? Einu sinni. 83 ára eftir. Höfrungar fá stundum far hjá hvölum. Þetta er svolítið skemmtilega. Já, algjöru vinir. Já, það myndir að fara félagar og eða eitthvað þreyttir og svona, þá fá það bara fá far á hvölum. Mjög ánægð með það. Já, þetta er skemmtilega. Það eru 2 eftir. Já. Það fer ekki illa með auguðin að sitja nálægt sjónvarpinu. Þetta er bara svona myth. Heyrið það krakkar. Já, þannig ef að foreldrar ykkar eru eitthvað að tuða, þá bara segja þið að hirta í stjórnlegum staðreyndum, þetta fer ekki illa með augun. Já. Varst þú í þessu? Varst alveg upp við skjáinn eins og ég? Já. Ég man alveg vel eftir því að foreldrar mín að segja mér að fara í sófana því þetta fær svo illa með augun. Já, og svo náttúrulega sko... Þeir lögu því bara að mér eins og öllu öðru. Já, og svo keypti ég mér sko sjónvarp fyrir fermingarpenningarna mína. Og það var svo lítið að ég varð að setja upp við það. Já, hversu lítið var það? Það var kannski 17 tómi. Manstu hvað fegst mikið með? Ég var með svona vídeotæki inn í. Já, varst í þeim pakka. Já. Það var svona litli. Classic. Ég fekk græjur í fermingargjöf. Já, ég líka. Og það var sem sagt að fengu ég allir græjur, bara allir vinir mínir svona, þá var það voða töff að vera að hlusta á geisladiska og eitthvað svona sko. Og eiga græjur. Það voru með þess að sko pláss fyrir 3 geisladiska. Og ég held að ég hef átt einu græjurna frá þessu fyrirtæki sem ég fekk græjurna mína svo. Hvað? Ég var bara aldrei séð þetta merki aftur og munur aldrei sjá. Eitthvað gift úti? Já, bara eitthvað algjört drasl, ekki það, ég var ekkert vandfaklátur en það voru allir með Sony eða Panasonic eitthvað og svo bara eitthvað heita græjurna þeinas.
og hafði aldrei neitt heyrt þetta. En það biluðar mjög snemma. Manstu hvað þú fékkst hérna þykkt sælabúnd? Já, ég held ég að fikk 70 og eitthvað þúsund. Já. En þú? Já, ég held ég hafi nefnilega verið, sko, ég veit ekki eins og hvort ég hafi náði. Ég held ég að verið eitthvað í kringum það, sko. Já. Ég man eftir að ég náði að kaupa mig sjónvarp og sjá með innbyggðu vídeói og hillu samstæðu fyrir græjurnar og sjónvarpið og svona. Já, ok. Mitt var alltaf franskar. Og ekkert mikið meira held ég. Í franskar? Já. Eittur öllum fermingarbjörnum í franskar? Nánast, já. Ég var alltaf út í sjoppa að kaupa franskar. Síðasta sturlaða staðurinn dagsins. Veistu, fékkst þér ekki hambúrgara með, bara franskar? Já, bara fröllur. Þegar að Navajo barn hlær, þetta er svolítið skemmtilegt, þú veist hvað Navajo er, indjánar. Þegar að Navajo barn hlær í fyrsta sinn haldið partí og sá sem fær barni til að hlæja þarf að halda partíð. Má eiga það? Nei, hann þarf að sjá mat og drikki og svona. Það er fekk krakkan til að hlæja, hann finnst þetta svolítið skemmtilegt. Er fólk að berjast fyrir því þá að halda partíð? Örugglega, það er bara, mér finnst það þegar börn hlæja í fyrsta sinn þá að halda partíð. Mér finnst það góð regla á Navajo, Indjón. Þá eru sturlaða staðreyndir búnar þennan fimmtudaginn. Hver fannst þér best í dag? Ég hafði... Tölustöðunum 5 í Tælandi, haha. Já, haha, var mjög skemmtilegt. Svo fannst mér reynda fróarinn í Brasilíu alveg fít, sko. Já, hann var svolítið steiktur. Fáum hér skilabóð, svo er það stigagangun. Ertu tilbúinn? Ég er tilbúinn. Hvað ætlar að gera hér strax eftir auglýsingar? Ég ætla að vinna svolítið með það að ég ætla að opna Facebook-síðu, sameiginlega Facebook-síðu, ég og nágranninn minn. Ekki missa því. Í kvöld á English Pub sér Eyþór Ingjum að koma öllum í rétta gírinn. English Pub við Austurvöll. Egilsgull, léttul. Og við allan sólarhringinn, í Skeifunni, í Garðabæ og á Eiðistorgi. Hagkaup. Ein ferð, betra verð. Sólbaðstofan Smart. 3 staðir, 1 númer. 533 3350. Upplifðu dansgleðina að Hættis og You Think You Can Dance með Cameron Bink. Fjöldi sjóðheitra námskeiða í boði. Danskeppni og glæsileg jólasýning í Hörpu. Tryggðu þér pláss á danscenter.is. Dansgleði með Danscenter og Stöð 2. Í kvöld á English Pub sér Eyþór Ingjum að koma öllum í rétta gírinn. English Pub við Austurvöll. Egilsgull, léttul. Vantar þig eitthvað hollt og gott í matinn? Keila í reyktu paprikuchili. Fiskverslunin Hafið, Hlíðasmára. Höfum einnig opnað stórglæsilega fiskverslun í Spönginni Grávogi. Oktoberfest hefst á fimmtudaginn. Tryggðu þér miða á þessa 3 daga veislu á miði.is. Handhafar bláa kortins fá 15% afslátt þegar greitt er með bláa kortinu. Carlsberg, Nova og SHI. Mesta úrval landsins af námskeiðum er í Sporthúsinu. Nánari upplýsingar á sporthúsið.is. Pítan. Hefur þú fengið pítu nýlega? Pítan skipholti. Pítan. Alltaf fersk. How you doing, Peanut? Doing pretty good. How about you? I'm fine. That's good. That's good. That's good. Nú styttist í Jeff Dunham 20. september í höllinni. Uppselt klukkan 8. Örfáir miðar eftir á aukasýninguna klukkan 11. Trúle, Náman og Sena. Við elskum grín. Við förum saman. Fríhafnardagar í snirtivörudeildum Hagkaups. Hagkaup. Ein ferð, betra verð. Trúle kynnir, Pungsig, Skelkur í Bringu og Alkemia á Gamla Gaupnum 5. 12. september. Frítt inn, happy hour frá 9 til 10. Gamli Gaukurinn, eitthvað fyrir alla. Við lærum af þér. G2. Stöð 3, Krakkarásinn og tónlist.is fyrir aðeins 2.990 krónur á mánuði. Tryggðu þér áskrift á stöð3.is og þú fær fyrsta mánuðin frítt með. Smelltu þér á stöð3.is og kynntu þér málið. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Fáðu Spotify Premium í símann þinn með snjallbakka. My friends and I, we've cracked the code. FM
9-5 blöð á FM 957. Það Auðun Blöndal og Steindi Junior. Akkurat, Auðun Blöndal. Já, og við erum í fantafíling, eins og alltaf. Akkurat, og það er komið að mínum upp á alls lið. Já, liður sem var eins og á 3. dögum en er núna á 5. dögum. Og liðurinn heitir Stigagangurinn. Akkurat. Og það er, já, það er skemmtilegu liður, þó við segjum sjálf frá. Já, þetta er að skemmtilegasta sem ég gerir. Mér finnst svo gaman að hringi í ókunnugt fólk og bara bulla. Já, og já, þú ert með pælingu fyrir þinn stigagang og ég tek svo sennilega bara eftir. Já. Og hvað ætlað þú að vinna með í stigagangin í dag? Sko, ég ætla að vinna með, mér finnst alltaf svo fyndið þegar fólk er með sameiginlegt Facebook. Já, það er... Og þú veist, það eru kannski einhver pör og svona með þetta og mér finnst þetta alveg óþólandi. Já. Þannig að ég ætla að hringi í nágranna. Já. Og spurja, ég ætla að segja að þú eru búin að opna Facebook-ið. Sameiginlega. Sameiginlega. Þitt nafn og hans. Já. Eða þeirra. Ég held að fólk verði... Mér líst vel á. Ég er búin að finna þetta stigagang fyrir þig. Við skulum ekkert segja hvað hann heitir. En ná ekki bara að hringja. Jú. Þú ert klár? Ég er klár. Ok, hérna eru nöfnin, þannig að þú getur tengt við, fattar þau? Ok. Ok. Halló. Já, Pétur. Já. Sæll og blessaði Finnur heiti ég var að flytja hérna í blokkina. Já. Herru, er ég að trufla? Ertu á ferðinni? Já, ég er að keyra. Ertu að keyra? Ok. Herru, ég hef þetta þá bara frekar stutt. Já. Ég er svona að hringja og er að kynnast nágrannum. Já. Og bara svona að heyra betur ykkur hljóð og svoleiðis og mér finnst ég aldrei ná í neitt. Það er alltaf allir úti. Það er alltaf allir úti. Maður nær aldrei í neitt. Nei. Þannig að ég er búinn að búa til Facebook síðu hérna. Já. Og ég heiti Finnur Hafliða. Já. Og eins og staðan er núna þá er þetta bara Finnur Hafliða og Pétur Karls. Þá erum við bara með svona sameiginlegt Facebook. Já. Og þú ert ekkert með Facebook fyrir það? Nei, ég er ekkert með neitt svoleiðis. Nei, einmitt. Og þá erum við bara með sameiginlega Facebook síðu. Já. Þannig að þá getum við báðir bara verið að posta bara hvað er í fréttum og við getum verið að kommenta undir fréttir og devaf saman og allt þetta. Já. Ertu ekki til í þetta? Já, ekki að þú komum á máli. Ég þarf að hitta því hérna í blokkinu. Já, akkurat. Herðu, ertu komin í eitthvað krakkaamali? Ertu komin í eitthvað barnaamali? Á ekki að setja Facebook status bara núna? Hvað ert þú? Ef ég skrifa hérna Pétur Karlsson, svo tvípunktur, hvað ert að gera? Hvað viltu segja? Herru, ég er í strætisvagn og ég er að keyra strætisvagn. Já, ok, á rúndinum. Já. Ok, þú ert að rúnda á, hvað viltu að ég kalla þetta? Joybus? Hvað myndir þú vilja? Skelltu þessu. Nei, ég meina, svo öttu við þínu vinum og ég adda mínu vinum, þá erum við bara með sameiginlegt Facebook. Já, nei, ég kem að ná og kíkja á þig í blokkinu. Já, ok, ég skrifa hérna, hvað er ég að skrifa? Hvað ertu akkurat að kera núna? Leið 12 og alltaf... Hvað heitir þetta? Og er ekki eitthvað fyndin karakter að koma í strætó? Nei, sleffa því bara. Áfram bílstjóri, hvað er ég að skrifa? Ætlar í pottin eftir vinnu? Ekki neitt. Ok, ætlar í ræktina eða pottin eftir? Ég bara, hefur ekki tök hvað þið að ræða meira núna, vinnum. Ég skilji, við getum síðan alltaf fleiri nágrunnar minn, en ég held að þetta sé sniðut svona fyrst að vera með sameiginlegt. Þá getum við líka verið, bæði á tjattinu með Facebookin, svo getum við náttúrulega líka verið, þú veist, að adda fólki og herðu, hvað er þetta að kera núna upp á? Getur ekki komið og ég get tekið prófælmynd á okkur? Ég geti jafnvel verið að koma að vera að taka skiptimiða eða sína grænakort eitthvað, við getum gert eitthvað skemmtilegt. Já, ég sleppi því bara. Er það? Af hverju? Bara svona. Hæ? Ég hitti þið þarna við takkifæri. En byrju, hvað segirðu? Hvar get ég hittið upp á prófælmyndina? Já, bara upp á Æsufelli. Upp á Æsufelli? Ok, ég verð að hætta núna, summiður pakk. Hæ? Ég verð að hætta núna, summiður. Ok, herðu, ég var að póka hérna gælu. Halló? Greið maður að keyra strætó. Þetta er æðislegt samt maður. Hann fær einhvern þvílíkan hugarangur núna maður. Heldur hann sé komin á Facebook og póka. Það þurft að vera bara með einhvern nágranna sem er búin að búa til sameiginlegt Facebook. Þú er aldrei hitt hann. Aldrei hitt í hulli, þetta gott. Þetta er æðislegt. Ég er gaman að þessu. Þetta er svona friendly en samt svona óþægilegt. Ég var mjög ánægður með það. Ég fíla þetta. Já, Þórður. Já, Þórður. Hvað er hann? Sæll og blessaður Finnur heiti ég, Hafliða og var að flytja hérna í blokkina.
Nú? Já, hvað segirðu þá? Ég segi að hljómandi gott. Það ekki, herru, ég búinn að vera svona ganga á íbúður og banka og láta sjá mig og sjá aðra og heilsa fólki. Það eitthvað svo fáir heima. Já, hvað ertu í blokkinni? Ég hérna annari. Já, byrju í númer 2. Já, og þannig á mál með vexti, Þórður, að ég ætla bara að koma sterkur inn og efla hópandan og ég búinn að búa til Facebook síðu. Þú ert ekki á Facebooku það? Nei. Nei, ég búinn að búa til Facebook síðu. Jáhá. Og hún heitir Finnur Hafliða og Þórður. Nú. Það var þetta bara svona sameiginleg Facebook síða hjá okkur. Ég er svona hvetja nágrannan til að gera það sama. Þá getum við öll verið þarna og hist á chatinu og svo leiðis. Nú... Ég er alveg útilokað að ég fari inn á Facebook. Já, nú erum við, ég er búinn að opna Facebook síðu með Finnur Hafliða. Ekki með mínu nafni, það gerir ekki án leyfis frá mér. Ég er að hringja út af því, sko, ég er búinn að... Þú var ekki leyfið til þess. En hún heitir Finnur Hafliða og Þórður núna? Já. Myndirðu alveg breyta nafninu? Já, þú vilt ekki, ég vil ekki hafa nafninu mitt þetta. Já, ok, byrju, ég var samt að spá í, sko... Það eina sem ég vantar er bara einn góð prófælmynd af okkur, ef ég geti fengið að taka mynda með þér bara á stegaganginum. Ekki aldeilis. Ekki? Nei. Og ég meina, sko, má ég hendi eitt status hérna? Þórður segir, hvað myndir þú vilja segja á Facebook? Ég vil bara ekki láta eitt hafa eftir mér á Facebook. Ekki, getur þú ekki tekið Gylfa Ægismálið eða eitthvað svona? Nei, ekkert. Eigum ekki að vera svolítið körrent og vera svona... Ég veist, svo tala ég bara íslensku. Já, þú meinar? Ok, þá ætla ég að taka þér nú. Ég haf búinn að skrifa Facebook-statusinn í það. Það voru slettur í honum að þú væri the man, stendur hérna. Þórður the man, mættur á faceið. Ég bara breyti því bara. Hérna, ég var að spá með, þú veist, eins og með tjattið og svona, þegar þú ferð inn á spjallið á Facebookinu, þá getur þú spjallað við annað fólk. Sko, ég fer ekki inn á Facebook. Ég vona að þú farir að ná því. Hæ? Ég fer aldrei inn á Facebook. Nei, ég veit það. Ég var að búa til Facebook síðuna. Sko, ég vil ekkert vera að nafn mitt komið neitt þar inn, sko. Nú? Nei. Má ég ekki bara láta það fá leinorðið, þá getur þú verið þarna líka, við getum verið saman. Nei, ég bara vil ekkert leinorð og ekki neitt, sko, ég vil ekkert Facebook. Ég byrjaði að rætta ykkur stelpum hérna á ykkur, hvað á ég að hætta þessu bara þetta saman? Já, þú verður bara að hætta þessu saman. Og hvað, já, ok, en hvað getur við ekki verið saman með Facebooki, hvaða lætir þetta? Nei, alls ekki það heldur. Við getum farið og skoða einhverja íventa saman og vera eins og tjattinu og eitthvað. Já, við sleppum því líka. Er það? Já. En hvað, nei, veistu, ein mynd, má ég hoppa upp og taka... Þú verður að trúa mig með það að ég vil ekki rátt mitt komið þar á nettu veg að. Já, Þórður, ég ætla að skrifa þetta bara. Þórður segir... Hata Facebook. Já. Má sjá. Þú þarf að fara að segja það. Ég hata ekkert Facebook, ég vil bara ekki rátt mitt komið neitt bara þar nað. Á, byttu, ég ætla að kommenta beint undra hérna. Ok, ég hendi inn þetta Þórður segir, ég hata Facebook, byttu, ég er að laga þetta hérna. Hvað segir þú? Viltu ekki að nafnið þetta verið hvar? Þetta er alveg, ég held að ég sé bara að tala alveg nú og skýrt og við þurfum ekki að ræða þetta meira. Nei, hvað, á ég ekki að ykkur fólk að... Þú átt ekki að alltaf einu að gera neitt, sko. Bara nafnið mitt á ekki að vera þarna. Ok, byrju, ég ætla að skrifa hérna. Þórður, þú tónum brjálaði, sko. Byrju, Þórður. Hann var ekki að nenni þessu, sko. Hann vildi ekki vera á Facebook þessum, maður. Hvaða stælar er þetta, maður? Hvað vil fólk ekki vera á Facebook? Já, sko, við fekkum einn sem var aðeins rólegri, þessi var pínu æstari og ég ekki bara taka minn stegagang á eftir. Jú. Ég er með aðra pælingu, þú ert með Facebookið, ég er með svolítið annað í stegagangum með þetta eftir. Í samstarfi við Gamla kaupfélagið á Akranesi, Stuð laga ball í fyrsta skipti á Skaganum. Sérstakir gestir eru Heiðar Austmann og Rikki G. Taktu laugardagskvöldið 14. september frá Are you ready, Akraness? Sverrir Bergmann og Halldór Gunnar halda uppi stemmingunni á Home Austurstræti 50. í boði Karlsberg. Vantar þig eitthvað hollt og gott í matinn? Langa í austurelsku karrí. Fiskverslurinn Hafið, Hlíðasmára. Við einnig opna stórglæsilega fiskverslun í Spönginni Grái. 50% afsláttur í púl til klukkan 8. Biljardbarinn Faxafinni. Black Death Beer kynnir Tattoo Expo 2013 á Hótel Sögu 13. til 15. september. Yfir 50 artistar,
tattoo, tónlist og freak show. Miðar seldir á staðnum. American Style og Vodafone kynna Aulinn ég 2. Ég hef verið ráðinn til að bjarga heiminum. Grú og gulu karlarnir eru mættir aftur. Helmingi fyndnari en síðast. Aulinn ég 2. Ég næ þessari mynd aldrei úr heilanum. Frumsýnd 13. september landa. Við lærum af þér. G2. Ahmed, since you're clearly a terrorist, are you Muslim? No. Scientologist. Nú styrtist í Jeff Dunham 20. september í höllinni. Uppselt klukkan 8. Örfáir miðar eftir á aukasýninguna klukkan 11. Thule, Náman og Sena. Við elskum grín. Maður þarf ekki einu svona að giska á markatöluna. Bara 1x eða 2. Ótrúlegt! Það eru 190 milljónir í risapottinum í enska boltanum fyrir 13 rétta. Tippaðu fyrir klukkan 1 í dag, 1x2. Við tippum. Höfum opnað nýjan og glæsilegan Players. Players. Búðakór Kópavogi. Jóga. Sporthúsið. 1909.is þegar þig vantar smá lán. 1909. Hamra skal jafnið meðan það er heitt. Betsson.com. Í kvöld á English Pub sér Eyþór Ingjum að koma öllum í rétta gírinn. English Pub við Austurvöll. Egilsgull. Léttöl. Nú býst áskrifendum í Stöð 2 Vild frábæran afslátt hjá Lifandi markaði og Vegamótum. 20% afsláttur af öllum vörum við fyrstu kaup hjá Lifandi markaði í Fákafinni 11 og 35% afsláttur hjá Vegamótum alla mánudaga, þriðjudaga og miðvikudaga frá klukkan 11 til 16. Kynntu þessi og fleiri spennandi vildartilboð nánar inn á stöð2.is. Stöð 2 Vild snillt. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Fáðu Spotify Premium í símann þinn með snjallbakka. Þegar ég farin syngur Anna Kendrick hér í laginu Cups. Já. Eða Bollar. Var þetta ekki bara svolítið hressandi lag? Þetta er lagið Bollar. Jó, þetta er alltaf hressandi og já, þetta er eina lagið sem ég þekki með Önnu Kendrick samt. Já. Hefur heyrt eitthvað annað með henni? Nei, ég hef aldrei heyrt hana eins. Þannig þú getur ekki sagt að þú sett Önnu Kendrick aðdáandi? Nei, ég get það ekki. En þetta er flott lag. En talandum að fá sér í bolla, þá vil ég hvetja hlustendur til þess að hella upp á Egil Volgan bolla. Setjast að útvarpstækinu og ef þú ert á ferðinni helst að leggja bílnum, keyra út í kant og láta fara vel um þig. Við erum að fara í augljósa staðreyndir. Við erum að fara í augljósa staðreyndir. Ok. Það er bara þannig, Auðun Blöndal. Ég veit aldrei hvernig á haga mér í þeim dagskrárlið þér. Hvað meinar, veist ekki hvað þú átt að haga? Þetta eru augljósa staðreyndir. Já, ég veit það. Mér finnst líka alltaf eins og sérst að tala við mig beint í þessu. Ég er ekkert að því. Eins og ég eigi ekki að vita þetta. Já, nei, þú bara tekur þig þannig. Ég horfi bara stundur svona yfir á þig. Já, ok. Herðu, hvað er að gerast? Ég var til í að fá Mr. Selfridge betta minn. Er ég að biðja um á mikið eða? Nei, finnst þess ekki nógu góður þetta? Nei, kött á þessa þvælu, Mr. Selfridge, og hafa hann svolítið háan í dag. Ég er að leita þannig með það. Getur ekki hækkað í þessu öllu saman og svona, þá hlustendur fáið smá feeling. En viltu hafa bettan það háan? Það er svona, já. Ekki hærri en þetta? Þetta er bara mjög passlegt. Ok. Þetta er Mr. Selfridge. Já. Það eru 5 augljósar staðreyndir að fara að detta inn. Auðun Blöð, ert þú klár? Auðun Blöð er klár. Ég er klár. Fyrsta staðreynd. Ef að þú ert 18 ára gamall og frænka þín er 18 ára gömul, þá eru þið jafn gömul. Já. Þessu, fattar þú? Þetta fattar ég þetta. Þú veist, ef þú ert 18 ára og frænka er 18 ára, þá myndi ég nú halda því að þið fæðið sama árið. Já, þá erum við jafn gömul. Þá eru þið jafn gömul. Akkurat. Tilbúin í næstu? Já. Það er ekkert hægt að ræða þetta, sko. Hvað meinar, við erum ekkert að ræða þetta? Nei. Ég er bara að taka skýrt fram að þú og frænkaðin, ef þið verið jafn gömul, þá eru þið ofísli búin að fæðast sama árið. Ég veit að þú þarft ekki að segja mér að þrisvar. Nei, ok. Þá held ég áfram. Já. Þó þú lokir augunum, þá getur þú bæði talað og hlustað. Já, þetta er sér, Skilur þetta? Já. Blindir heyra alveg. Já.
Þú veist, ef þú ert með lokuð augun úti, þá þú getur talað við fólk. Ég veit það. Já, og þú getur líka hlusta. Já, og þú getur... bara léttilega. Þetta vissi ég, þetta vissu allir. Augljós staðreynd. Já, hún er mjög augljós. Þessi var augljós, vá. Það var eins og allt annað. Nei, þessi var ekstra augljós. Þá förum við næsta. Næstu staðreynd. Tilbúin. Já. Þú fæðist ekki í fötum. Þetta var augljós staðreynd. Þetta var eins augljós, þetta var svona, já, með þeim augljósari. Þú fæðist ekki í fötum, þú veist það samt alveg, þú veslaðu bara seinna, eða foreldrarnir kaupa þau á börnin eða eitthvað. Þú veist, þú kemur í heiminn nakin. Já, ég meina það er enginn að koma í heiminn í gallabuxum. Nei, ég er að segja það, þú fæðist ekki í fötum. Það er bara augljós staðreynd. Já, enn ein augljós staðreyndin hér. Tilbúin í næstu? Ég veit það ekki, hvað eru margar eftir? Já, það eru 2 eftir. Já, ok. Steinar eru ekki með lappir. Nei. Þetta var augljós staðreynd. Á ég alltaf að segja eitthvað eftir þetta? Er það að þú múst að býða eftir þetta? Af hverju heldur það? Að mér líður brýtlið sem lið. Mér finnst það alveg skemmtilegar hjá þér. Og ég er alltaf að segja nei og eitthvað bara eins og, veist, það vita það allir. Já. Ég þarf ekkert að segja nei. Það vita allir að Steinar eru ekki með lappir. Mér finnst það kjánalegt að ég sitja hérna. Ef þú sparkar í Stein, það er ekki eins og að standa upp og færi sig að hlaupa í burtu eða sparkið á móti. Hann er ekki með lappir. Nei, ég veit það. Hann rullar einhvers bara. Já, en það sem ég er að segja, þegar þú sagðir þetta núna, Steinar eru ekki með lappir, þá sagði ég nei. Af hverju þarf ég að segja það, vita þetta allir. Ég á bara að þegja. Nei. Bara rólegur, ég er ekki að láta svona þegar þú ert með þína störtluðu. Höfum það alveg á hreinu. Það var bara síðasta augljósa staðreyndin. Tilbúin í þessa? Já, hvernig maður? Hestar spila ekki póker. Þessi er algjörlega augljós. En er það... Ef þú myndir setjast á pókerborðið, hugsaði þetta bara. Ef þú setjast á pókerborð, heldur að hestur geti haldið á spilunum? Aldrei, hann er með hófa. Það er bara þannig. En af hverju segir póker? Af hverju tekur það sérstaklega fram? Ég meina, hestar eru ekkert að spila alias bara með bakkar til rasi spræt upp í bústað, sko. Ég vissi að þú hefði gaman að póker og hérna... Hestar spila bara ekki spil. Það er ekkert endilega bara póker. Það er hár rétt. En hestar spila heldur ekki póker. Nei, þau spila engin spil. Þau geta ekki haldið á spilunum. Þau myndi ekki skilja leikinn. Hestar get ekki heldur... Það er ekki eins og pening. Þú sér ekki hest í lúdó. Þetta er svo vittlust, þetta er svo vittlust staðreyndir hér. Já, ég veit. Það er svo augljósar og heimskar. Heldur að hestur sem er bankareikning, heldur að hann geti lagt inn á þig penning. Heldur að hann geti sett chips út á borðið. Nei, hann getur ekki eins og heldur á spilunum. Hann getur ekki skilja leikinn. Hann má ekki vera inni, hann má ekki eins og vera inni í einhverju húsi. Á hverju skilur þetta ekki bara heimskar staðreyndir? Þetta er ekki heimskar staðreyndir, þetta eru augljósar staðreyndir. Herðu, af hverju ert þú að drullið minnlið þetta? Ég bara því að ég veit ekki hvernig ég á að vera þú ert að segja þetta, bull. Nei, vertu bara þú sjálfur. Mr. Selfridge, þetta voru augljósar staðreyndir hér í FM 95 Blöð og hún er hrikalega flott lag hér með Kings of Leon og heitir Wait for Me. Þeir eru að hlusta hér á Auta og Steinda í FM 95 Blöð og það er vist komið að mér að ringja á stegagang. Akkurat. Þú tókst 2 áðan, ég ætla samt bara að taka 1. Já, ég var að vinna svolítið með Facebook, sameiginlega Facebookið. Já. Þú ætlar að fara að vinna með sjoppu. Já, ég ætla að vera með það svolítið nýtt. Ég ætla að láta eins og ég opna sjoppu að það niðri. Já, það er mjög gott. Og ég er búinn að finna hérna stegagang og á ég ekki bara... Þetta er eitt gaur. Og ekki ringja bara... Jú, hérna. Sjáum bara hvað gerist. Ringdu. Já, þetta er stegagang Steindi búinn og hann var með sameiginlega Facebook. Ég ætla að vinna með annað hérna. Hello. Ágúst. Já. Komdu sæll og blessaður, Baldur heiti ég og er tildulega nýfluttur hérna á stegaganginu hér. Svona, ok. Já, sæll og blessaður. Herðu, ég er nú tildulega nýfluttur hérna inn. Já. Og er að hlera nágrannanna. Já. Þannig mál með vexti að nú er ég búinn að vera atvinnulaus í rétt rúma 2 mánuði. Já. Orðinn þreyttur á aðgerðarleysinu. Þannig að ég var að hugsa að opna sjoppu eða niðri. Niðri í... Ég er að spája að taka hérna bara hjólagemslun okkar og gera sjoppu þar. Já. Hann Bjarki, bróður minn, hann á pulsupott sem hann notar ekki. Já. Og svo ætla ég að vera með nammi og fleira. Já. Svona það verður smá pulsulykt á stegagangnum en ekkert alvarlegt.
Þannig ég ætlaði svona aðtuga hvort að þetta væri ekki í lagi þín vegna. Ágúst. Býtu, þetta þá inn í hjólageymslan er það niður við útitíðnar? Já, það verður þá orðin sjoppa, sem ég kalla Baldurs sjoppa. Nei, ég held ég myndi ekki samþækja þetta. Nú, ertu... Ekki inn í fjölbílis, svo sé. Ha? Nei, ég held ég myndi ekki samþækja þetta. Er það ekki þægilegt svona á kvöldinu og annað að geta bara stokkið niður og hent sér í sjoppina? Já... Nei, það er náttúrulega, þetta er ekki bara snýtt ekki bara mig. En hvað er uppáhaldsnafnið þitt? Þannig ég bjóð henni upp á það. Hvað fyrir þið? Ég er að skrá þetta niður, innkaupalista, hvað er uppáhaldsnafnið þitt? Ég borða helst ekki namni, veistu hvað ég þungur? Nei, það veit ég ekki. Sko, ef þú hefur eitthvað svona heilsufass eitthvað svoleiðis, þá kemur þetta möguleika til greina. Já, ég ætla að vera með hérna frá þeim, Ívari Guðmunds og þeim, súkulegin þeirra, hreisti. Það er holdt og gott. Nei, ég er ekki samþykkur. En ég ætla að vera líka með svona DFD-myndir og annað. Já, þannig að þá er þetta að leiga sér spólu fyrir svefnin og... Ég er með það, bara leiga bara inn í sjónvarpinu, þannig að maður er alveg hættur að fara út til þess að hafa í mynd. Já, þú þarft ekki að fara út, þú ert bara að fara niður. Já, nei, ég segi það er fyrir hendi. En ég ætla líka að vera með samlokur, konan er byrjað að smyrja hérna fullu, hún er svo spennt yfir þessu. Hvað viltu á samlokuna hérna, Gústi? Ég borða ekki samlokur. Nei, þú borðar ekki samlokur heldur? Nei, ég er voðalega gamall í hettunni, sko. Hvað viltu hafa í sjoppun okkar? Ég er bara ekki, sjoppa er alltaf lagi þar sem hún er og ég nota sjoppu voðalega lítið. Ok. Ég er rosalega sjaldan út til þess að kaupa mér eitthvað. Já, nú þarfst ekki að fara út. Hún verður þetta niður. Ef ég fer út þá nægir mér í mjólk eða rjóma eða eitthvað svolítið. Ég ætla að vera með mjólk. Það verður mjólk í kælirinn enda bilaðar eins og er það, nú verður volga, en ég er svona, bróður minna nægir ætlar að kíkja á mig eftir og ætlar að reyna að kippa því í lag. Þannig að það verður komið sjoppa bara þarna fyrir helgi, það er ekki flott bara. Ég þarf að fá leyfi hjá okkur. Já, nei, veistu það, ég er ekki hrifinn af þess. Sjoppa / vídeolega. Bara í stigagangnum. Ég er ekki hrifinn af þess. Þannig ég fæ þitt leyfi, Gústi. Það ekki. Takk æðislega. Nei, þú fær ekki mitt leyfi. Ha? Þú fær ekki mitt leyfi. Af hverju? Bara ég er ekki hrifinn af þess. Akkur að eyðileggja fyrir hinum þó að þú borðir ekki sjoppufæði? Já, það er bara svona, síðan það. Það er hellingur af fólki hérna í stigagangnum sem vil geta að fengið sér súkkulaði og samlokur annað. Nei. Ég er að segja þér, Ágúst. Nei. Þú ert að eyðileggja fyrir öðrum hafna núna. Nei. Það er það sem þú ert að gera. Ég hef ekki trú. Jú, fullt af fólki sem vil geta að fengið sér pulsur og leikt sér. Já, þú ert komin heim til mín. Þú ert alveg heim bara, þú veist, nú ertu bara heima hjá mér. Já. Og ég vil hafa private heima hjá mér. Já, þetta er ekki private, þú bara sleppið að fara í sjoppuna. Ertu að nota hjólageymslun eitthvað eins og er það? Ég nota hann aldrei. Nei. Akkur ekki að hafa sjoppu þar? Láttu þetta eitthvað annað í hug. Ég get það ekki, ég er búinn að versla hérna inn bæði súkkulaði og gos og annað, ég get ekki fara að henda þessu. Ef aðrir samþykkja þetta, þá var það náttúrulega þeirra málinn. En ég samþykkja þetta ekki. Þetta verður stemming, ég get lofaði því. Þú ert velkomin í mína sjoppu hvenær sem er, Ágúst. Ok, þú veist hvað mér sinna hugur er. Hvað finnst þér ég að skýra hana? I don't know. Ertu með eitthvað gott nafn á þetta? Nei. Ha? Nei, ég var hægt að núna. Ég er með málningu hérna í könnunni hjá mér. Gústavídeó? Já, Gústavídeó. Glæsilegt. Takk æðislega, vinnur. Takk fyrir stuðningin. Já, bye. Takk fyrir stuðningin. Það var samt ekki, hann var nú ekki að styðja hugmyndragriði. Heyrðu hvað var þreyttur? I don't know. Ég er með málningu. Hann nefndi svo innilega ekki að tala við mig. Ég vildi ekki fá sjoppu þarna, en þetta var samt svona góðu gaur, þannig að hann vildi ekki vera leiður. Það gerir þetta samt svo fyndið, að hann var ekkert að nenni svo og þú varst að pússa svo á hann. Spáðu samt eins og þú ert í blokk, Steindi. Já. Hvernig myndir þú takið að myndi eitthvað ætla að opna sjoppu bara niðri? Ég myndi bara taka vilja. Já, reynda. Þú myndir fíla. Já, ég hoppa niður í eitt Snickers eða KitKat bara svona. Ekkert að þýma þér. En fáum auglýsingar, svo er það Steindi Junior með íslenskt slúður. Nú ættu einhverju að vera orðnir stressaðir. Framhaldsskólamótið í Paintball 2013. Loksins er komið að því. Stærsta paintball mót ársins er hafið.
Þú skráir þitt 7-mannalið hjá þínu nemendafélagi og keppið innbyrðis í þínum skóla. Sigurliðið kemst síðan áfram í úrslitakvöldið þar sem verðlaunin eru 300.000 krónur í beinhörðum peningum frá Landsbankanum og mánaðarbyrðir af Pepsi. Skráðu þig hjá nemendafélaginu þínu og vertu með í stærsta paintball móti ársins. Verður þú paintballmeistari 2013? FM 957, skemmtigarðurinn Grafavogi og Pepsi. Höfum opnað nýjan og glæsilegan Players. Players, búðakór Kópavogi. Lungamjúkt róstbíf og brakandi ferskt grænmeti í nýbökuðu brauði. Það róstbífbátur og hann inniheldur aðeins 2,9 grömm af fitu. Subway, eins og þú vilt hafa. Vantar þig eitthvað hollt og gott í matinn? Lax í Sesamengifer. Fiskversluninn Hafið, Hlíðasmára. Höfum einnig opnað stórglæsilega fiskverslun í Spönginni Grafavogi. Páll Óskar í fyrsta sinn á Sport. Laugardaginn 14. september. Spottaðu mig í Kópavoginum með Bakkardi í hönd. Laugardaginn 14. september. Sverrir Bergmann og Halldór Gunnar halda uppi stemmingunni á Hóm Austurstræti 50-dagskvöld í boði Carlsberg. Óvænt útgjöld setja oft strik í reikningin. Hjá Hraðpenningum getur þú fengið lán hratt og örugglega. Við hjálpum þér að brúa bilið. Hraðpenningar.is. Nova og Carlsberg kynna Oktoberfest SHI 3 daga tónlistaveisla 12. til 14. september. Miðasala hafin á miði.is. Handhafar Bláa kortsins fá 15% afslátt af miðanum. Tilboð ársins í enska boltanum. Nú fylgir háhraða internet og heimasími með enska boltanum. Já, þið heyrðu rétt. 380 beinar útsendingar, háhraða net og heimasími fyrir aðeins 8.990 krónur. Tryggðu þér kaup ársins í enska boltanum. Sport 2, enski boltinn. Útvarpið komið í síman þinn? Taktu þátt í Íslandsmeti. Við ætlum okkur að vera með mest sótta íslenska appið á landinu. Ánaðir notendur skipta tugum þúsunda og þeir hlusta nú á FM 957 og 7 aðrar útvarpsstöðvar, hvar og hvenær sem er. Sæktu útvarpið í App Store eða Google Play. Leitarorðið FM 957 og þá erum við komin í síman þinn. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Fljótt að líða, maður. Þetta mjög fljótt að líða, en þú veist hvað það þýðir? Hvað þýðir það? Þegar klukkan 20:06. Já. Það er komið að brakandi fersku íslensku slúri. Já, það íslensk stúfa núna. Akkurat. Ok, ég tilbúinn. Ertu tilbúinn? Já, við erum búin að fara á stúfana. Já, þetta málið það. Þetta náttúrulega ekkert endilega staðfest slúður. Þetta bara sem við höfum fengið bæði tölvupóstum. Ættingjum og vinum og heyrt á göttum og svona, en yfirleitt hefur þetta nú verið bara hár rétt hjá okkur. Já. Herru, þá er það bara fyrsta slúður dagsins. Það er að segja íslenskt. Já. Og þetta snýst töframannin Einar Mikael. Já, hann hefur nú farið víða. Hann hefur nú farið víða, en Einar Mikael töframæður lendi í smá leiðindu nú á dögum. Hann var með hérna fyrirgerð skilur truflaði. Nei, allt í lagi. Hann var með töfrabröðum daginn í útvarpi. Já, vá. Ég veit ekki með það. Nei, það er mjög skrítið. Bara kynninni sem sér. Já, ég sá hann í sleiku stelpur í kringlunum daginn. Sá vídeo af því. Eða svona kissaðar á munnin og svona. Ungar stelpur? Hann er kræfur hann Einar, minn maður. Nei, þetta er okkar maður, en hann lendi í smá leiðindu nú á dögum. Ok. Hann var að gera töfrabragð á Selfossi. Og hann fekk litla stelpu upp á svið sem átti að halda á, sem sagt hann alltaf með svona dúfur. Já. Og hún hélt á dúfu sem hann á. Og svo er hann hérna eitthvað að sprella og svona, og stelpa náttúrulega ekki vön því kannski að fara upp á svið og er stressuð og svona. Þannig að hún hefur verið að krysta dúfuna. En þú veist, haldið þétt utan um dúfuna. Og dúan deyr. Já, ok, í miðju atriði. Þannig að það bara, þarna var eitt ekki dúa dauð. Þannig að og þetta var náttúrulega bara leiðilegt, stelpan grátandi og Einar Mikael náttúrulega búin að þjálfa þetta í marga mánuði og svona, en þetta getur bara gerst. Þetta fylgir bransanum. Já, þetta fylgir töfrabransanum. Já, þannig að dúan hans er dauð.
Ég með slúður hér að Badda Rugl. Hver mann ekki eftir Badda Rugl sem var með rugl.is og já, svo sannendan sjónvarsþátt í den. Já, heyrðu, ég man eftir honum. Hann var mér á Pop TV. Já, topp maður. Ég er með smá slúður á honum. Ok. En hann heldur betur í ruglunu núna því að hann var að koma með, á markað með nýtt náttúrulegt stinningalif. Sem heitir Get Harder. Þetta er típist Baddi. Þetta er eitthvað utan örugla. Já, hann er að stóla á erlenda markað en þetta er algjör Baddi. Já, Baddi Rugl sem sagt að byrja með er að flytja inn stinningaliði sem heitir Get Harder og hann er vist líka að byrja með orkutyggjó en við fjöllum betur það síðar þegar við erum búin að kynna okkur það. Ok, sko, málið það, með steiningalif, þú veist, það er bara við óskum honum auðvitað bara allsins besta með þetta, en sko, með steiningalif, myndið þú taka náttúrulegt steiningalif, eitthvað sem er svona unnið úr jurtum og svona, heldur að það sé að fara að virka einhvern tímann? Verður þetta ekki bara að vera gamla góða Viagra? Ég bara sem betur fer hef ekki þarf ekki þessi lyf, þannig ég bara... En einn daginn, Katrín, einn daginn. Mikið rétt. Það er bara þannig. En ef ég þyrfti lyfin, þá myndi ég bara prófa allt. Já. Fjandinn, ég veit samt ekki að vera með að vesla stinningalif úr einhverju lötu hjá Badda Rugl, ég veit ekki með það. Ég held ég myndi frekar vilja kaupa þetta úr apóteki. Já. Það er ekki máli. Jú, ég er sammálaður. Ekki eitthvað svartu markaði hjá Badda. Bara minna á það að við félagarnir við erum ekkert getting younger, sko. Það er alveg rétt þér. Þannig að Baddi er alveg kannski á réttum stað í lífinu. En bara pappiðin sé í þessum lyfjum? Ég var til í að sleppa ég að svara þessum. Herðu, það er næsta slúður. Þetta er Erpur Eyvindarsson vinnur okkar. Já. En þetta birtist á Vísi í dag að tónlistamæðurinn og rapparinn Erpur Eyvindarsson fekk nýverið greidd stefgjöld vegna notkunar á tónlist hans erlendis. Í ljós hefur komið að rapparinn nýtur nokkra vinsalda í Ísrael ef marka má stefgjöld hans. Því að þriðjungur stefgjaldana kom frá Ísrael. Okay. Og Erpur viðurkennir í samtalið Vísi að það er ekki háa fjárhæðir að ræða hana. Þetta er bara friendly. Já. En hann segir líka bætir við að stefgjaldir eru almennt ekki há og menn kaupa ekki marga bíla fyrir þessar upphæðir. Raunar þetta dugar ekki fyrir hjóli og líklegast ekki fyrir einum línuskauta, segir Erpur. Já, hann er góður. Hittir naglan á höfuðið þarna. Hann mætti nú alveg fara gerast eitthvað aðeins meir í þessu stefgjöldum en hann er vinsæll í Ísrael við óskum honum til hamingju með það hér í blöð. Já, og svo er að venni Leiló. Já, hvað er að frétta Leiló? Já, sko, hún er búin að setja mikrofóninu í hilluna. Nú? Já, hún er fann í einhverja pílagrímsferð með frænku sinni. Ok. Og ætlar að ferðast á heila staði og já, hún setti inn á Facebook statusin nú á dögunum Later Skater, ha 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 ha. Ok, nú spyr ég þig bara, ég ætla að vera hreinskilinn. Ætli Leiló sé búin að missa vitið? Nei. Hún bara vil fara að róa sig niður, eða ekki? Jú, þetta er samt frekar steikt sko, að hoppa í ykkur pílagrímsferð og þú ert búin að vera tónlistamæður í Íslandi. Já, við spáum ekki. Þú ert með síðasta slúðu dagsins. Þetta er hann Ólafur Darri. Já. Það er okkar maður. En Ólafur Darri, það er komið í ljós núna, hann vil leika í Júragarðinu 4, eða Jurassic World, eins og myndin mun heita. Sem er væntanlega á næstunni að vera að fara í tökur. Ekki er mikið vitað hlutverk Darra, enda vill hann ekkert gefa upp. En heyrst hefur að hann lendi í einhvers konar slysi á rannsóknarstofu og verður sem sagt sko fer inn í svona klefa, svolítið eins og gerist í The Fly. Já. Og hann verður sem sagt sko 1/3 gramella, 1/3 snarela og 1/3 mennskur. Og þetta dýr á að vera á laust á eyjunni ásamt öðrum hættum. Þetta sem Ólafur Darri er að leika. Já, hann verður svona Godzilla 1/3 gramella, 1/3 snarela. Af því að þú veist, það eru hann fer að inn í klef svona inn í einhvers konar bás á rannsóknarstofu og verður fyrir einhverjum geisla. Já, einmitt. Þannig að hann er að fara að vera með skemmtilegt hlutverk. Þetta var íslenskt slúður. Þetta lag, maður. Jay-Z og Justin Timberlake, ég er ekki komið leið á þessu lagi. Nei. Ég dýrka það. En nú er klukkan 5:05, það komið að lokum hér hjá okkur Steindi Junior í dag. Búið að vera þéttur og skemmtilegu þáttur. Já, virkilega. Mikið nú búið að vera gaman að vera hérna með Rauðum Blöndal í sömuleiðis. Það er alltaf stemming hjá okkur. Þetta er fljótt að líða. Það er líka því að það er gaman hjá okkur. Nú þurfum við bara að fara að fá okkur að borða. Já, ég ætla að fara að fá mér eitthvað að borða, svo er ég að fara í bíó í kvöld.
Hvað var að sjá? Ég að fara að sjá kvikmyndina One Direction myndina. Ég vissi þetta bara. En ég að fara með sko 12 ára frængu minni sem á afmæli í dag og heitir Hafdís Anna. Þetta minnir mig nú á afsökunna sem Ásgeir Kolbens tók hérna þegar hann var á strömbunum á sínu tíma. Þetta er mitt besta vinkonu, kærastuna. Nei, þetta er... Litla frænka þín og kærastan hans Ásgeirs eru vinkonur. Nei, 12 ára í dag, hún Hafdís Anna og óskaði henni innilega til hamingju með daginn. Já, til hamingju. Og við ætlum að fara í bíó. En þú, hvað þú að gera í kvöld? Heldur að frænka muni vera öskrandi allan tíman og taka myndir af hvíta tjaldinu? Ég veit ekki hvort þú sé alveg svona rugglaður aðdáandi. Ég sá nefnilega eitthvað svona vídeo sem sena klippti, svona forsýning á þessu. Já, það voru stelpurnar voru öskrandi þetta. Já, þetta er gaman. Já, en þú, hvað þarf að gera? Þú ert eitthvað að spá í bjór, sagður? Nei, ég hugsa maður kannski. Eitthvað að tala um það, það var eitthvað búkið Nei, það. Þú voru ekki að segja hlustendu? Jú, ég ætla bara að segja hlustendu satt, ég ætla kannski að fá mér eitt kaldan. Næja, ok. Hvað er bannað að dæma? Ég er svo síðasti til að dæma drykju, ég get lofaði því. Komið að lokum í dag, við þökkum kærlega fyrir hlustununa. Akkurat. Vonandi sjáu ykkur fært að hlusta aftur á morgun. Er þetta lagið á leiðinu heim eða? Já, og ég byrst líka afsökun á laginu á leiðinu heim. Steindi Junior er búinn að væla hérna inn lag. Ég mátti fá að stjórna því. Já, þetta er svo astnalegt. Það veistum ekki frekar bara spila þetta á. Þetta er ekki svona lag á leiðinu heim. Þetta er sprungu nýtt lag. Nei, þetta er víst lagið á leiðinu heim. Já, það á að vera svona eitthvað gamalt og gott. Já, en þetta lag er strax orðið klassískt. Og það er líka mjög astnalegt að vera að biðja sjálfmæst í laginu á leiðinu heim. Nei, það sem ég vildi nefnilega gera með þessu lagi er það. Ég veit nefnilega að það er alveg fólk sem er að fara að kíkja út á pubin í kvöld. Það er 50-dagur. Og mér finnst líklegt að menn ætla... Það hitti þig? Nei, mér finnst mjög líklegt að... Jú, kannski, en mér finnst mjög líklegt að fólk ætla að sikta. Og ef fólk ætlar að sikta, þá verður það bara að muna að salta líka. En þú átt ekki alltaf að salta þegar þú siktar það? Nei, ég meina það er samt ekki gaman að sikta nema saltir. Nei, takk fyrir daginn, Steindi. Og aftur, takk fyrir hlustununa, kæru hlustundur. Ég ætla að sikta sexy konu, en klukkan tifar. Það fer að styttast í lokun. Ég þefu bráðina, sjáðana. Ég sikta, ég verð að fá hana og ná henni. Ég sikta, þú ert sætur langt með sexy og svo fallegasta. Og þú gæti jafnvel verið hagkaupstelpa. Ertu ungfrú Ísland eða ert á móti fegurðarkeppnum? En þú varst 100% kosin ungfrú 10. bekkur. Leikirnir í íslenska boltanum eru á Lengjunni. Kynntu þið stuðrana, aukt á spennuna og spilaðu með í íslenska boltanum í sumar. Leikirnir eru á Lengjunni. Lengjan, taktu þátt í leiknum. Við höfum opnað nýja og stórglæsilega fiskverslun í Spönginni. Fiskverslunin Hafið, Spönginni og Hlíðarsmára. Zumba, sporthúsið. Föstudag á Stöð 2. Logi Bergmann stjórnar veglegum skemmtiþætti þar sem spennandi og fjölbreyttur vetur á Stöð 2 verður kynntur með pompi og prakt. Við viljum að sýna ykkur allt það sem við ætlum að gera í vetur frá frábæra gesti, mjög spennandi tónlist og hver veit hvað getur gerst. Haustfagnaður Stöðvar 2 í beinni útsendingu og opinni dagskrá á Stöð 2 föstudag kl. 19:45. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Fáðu Spotify Premium í símann þinn með snjallpakka. Síminn verði sterkara saman.